Hvernig ertu? Ég bara nokkuð góður og vaflan mjög góð. Það ekki? Jú. Hvernig líst þér þetta mót? Þetta stórgóð mót, glæsilegt mót. Ánægð með þetta? Já. En er þetta morgunmatur meistarans? Nei. Hvað fær læknir sér í morgunmat? Hann fær sér bara vaniljuskýr og rjóma. Já, íslenska skýrið sjóð til með rjóma. Já, Guðni Ágústsson ánægði með þér núna. Það sjálfsögðu. Ertu framsóknarmaður? Nei. Nei. Það er ekkert þetta snúa þér í þá átt? Það algjörlega útilokað. Þú myndir fá annað prikkur á Guðna þá? Já. Það er betra að fá ykkur annars staðar. Já. Algott, skemmtuðu vel. Takk fyrir. Sabine can come and give. Hér ná okkur í framsóknarmann á stærstu gerð. Við hafa tími til komin. Já, hvernig líður þér? Afskaplega vel, maður. Nú, og kaffið, það er alveg dásamlegt. Mér langar að vita, það var maður hér, kunnugur framsóknarmaður sem sagði um daginn að framsóknarmenn skilir sér alltaf heim, er það rétt? Það er alveg hárrétt. Og ég heyrði í honum Birki Jóni, sem er nú sveitarstjórnarmaður þessa vallar hér og aðstæðna og félagsins. Og hann er bara að spila í úrslitum í bikarkeppni Britsambandsins núna, hann er íþróttamaður og ég er hérna varamaður hans. Þú ert varamaður hans. En hvernig líst þér á mótið í heild sinni? Mjög vel, þetta er afar vel heppnað. Eitthvað sem stóð upp úr? Eina sem ég get fundið var að skeiðeftirlitsmaður, hann var að sinna barninu sínu áðan og hann tók ekki eftir því þegar einn hljópi yfir línuna, en það var nú ekki nema 2 metrar, þannig að það slapp aftur. Örlindi, er þetta ekki svolítið skemmtilegt mót, svona aðeins öðruvísi? Jó, þetta er skemmtilegt, en ég get líka, það er eitt sem fer svolítið í taugarnar á mér þegar að þulirnir er að heimta það að fólk sé að flauta og gæpa og garga. Akkur mega menn ekki vera glaðir í hjarta sínu án þess að sé ykkur hávaði og læti þó að vel tækist til hjá knöpunum. Þetta er svona... Ég spyr. Já, ég stend á gatinu úst, réttur á gat. En er þetta ekki sammála mér? Hluta til í sammálaðir, en það vantar stundum svona lítið eitt klapp. Já, en það má ekki vera þannig að þulirnir heimti það af áhorfendum. Þeir verða þá að gera það af sjálfstofum. Já, eigum við að fara að klappa við ringunum? Já, nú förum við það. Mótstjórinn, Steini Páls, hvernig líður þér í dag? Alveg ljómandi. Ánægður með þetta? Þetta er bara snild. Já. Hvað er það sem stendur upp úr þínum mati? Bara mótið allt. Já, allt saman bara eins og leggur sig? Það er ekkert öðruvísi. Nei. Menn eru almennt ánægðir með þetta og aðstæður til fyrirmyndar? Já, það held ég, og þetta nýja mótakerfi, dómarakerfi sem er með live og allt út á netið, og þetta mælist bara alveg einstaklega vel fyrir held ég. Já, það er einstaklega gott. Er þetta ekki svolítið komið til að vera bara, að menn geti séð þetta allt saman lifandi? Það væri heimska ef það væri ekki komið til að vera. Já, þannig að við mælum hér með því að þetta verði svoleiðis áfram. Já, ég held, það sé ekki spurning. Ánægður með, til hamingju með gott mót. Takk fyrir, sömuleiðis. Þá er ég búinn að næla mér í formaninn og það eru 4 vöflur. Hvað stendur til þetta mín? Ég er svo svöng. Nei, ég var að leita þér. Já, þú ætlar að bjóða mér í mat? Já, ég ætla að bjóða þér í mat. Nei, þetta er fyrir dómpallinn. Já, það verður að hugsa aðeins dómpallinn. Þú ert að hlaupa með veita velun og baka vöflur. Og þjónusta? Já, og baka vöflur. Já. Ég er heldur góð því. Er þetta deg frá þér? Nei, Brynja Viðar sker þetta. Ég skal segja það. Svakalega dugleg í vöflunum. Þið eru segja stelpunar að takja ykkur til? Já, við getum það. Ánægð með mótið? Frábært mót. Frábært mót? Já, alveg rosalega gaman, flottar skráningar, allt búið að ganga mjög vel og meira þess að veðrið búið að hanga nokkuð gott, þannig að maður getur ekki verið annað en ánægður. Við kvartum ekki við þessu? Nei, alls ekki. Getum það ekki á Íslandi? Nei, svo er líka búið að gaman að pröfa þetta tölvukerfi. Þetta er annað ári sem í röð sem við notum það. Það hefur gengið mjög vel, lifandi niðurstöður alveg stanslaust og beinir útsendingar sem búið að vera alveg frábært. Já, menn eru gríðarlega ánægðir með það. Já, algjörlega. Og skemmtilegt ljósaskeið í gær og upp á sætum og menn eru hér í stuði. Það var alveg geggjað hérna á uppboðinu og við fengum fína pening. Þetta er þetta styrkur til félagsins og 205 skall, við vorum ánægð með það. Já, fer í æskulíðsstarf? Já, beint í það. Beint í það? Já. Ánægð með, til hamingju með gott mót, skelltu þessu í fólkið. Ég vil að gera það, takk fyrir. Þá erum við komið aðstofamannana. Hvað sérðu, hvernig gengur? Sem aðstofamaður? Já. Bara mjög vel. Já, þið erum nú að keppa öll fjölskylda meira og minna, búin að vera í allt sumar. Já. Er þetta lokamót? Já, sennilega hjá mér. Það er ég held að tómamóti sé eftir, það reyndar ekki búið að auglýsa það. Ég var sennilega úti þá, þannig að já, það er lokamót. Og hver er að fara í braut núna sem þú ert aðstoð út með hlífar? Hlífar og allar græður. Nú er maður bara, aðstofamaður,
á plani. Og hver er að fara í braut? Það er kona mín, Anna Björk. Á hvaða hesti? Rey frá Melbergi. Og hún er að fara í? B-flokk. Vinna. Vinna. Þú mátt ekki jinxa þetta. Nei. En hvað er hérna, næsta ára það á að leggja inn fyrir heimsmeistaramót? Ég veit ekki, heimsmeistaramót svo sem ekkert alltaf einhver lokapunktur. Ég nú bara með svona unga hesta þannig að ég held að ég verð nú ekki sterkur þar. Ég hef ekki von á því. Spurning hvort annar reyni við heimsmeistaramót. Það er svona pæling, eitthvað svona. Sjáum til hvað gerist. Já, ég meina það er allavega áframhaldandi gleði og Hafnarfjörðinu verður haldið upp í vetur. Já. Það er svona hálfgert tunglindi fyrir mig. Ég bara auðvitað komst ekki í úrslitið eða neitt, svo hún bara meikaði á niðurlægjandi. Nei, þetta er bara það ekki bara skemmtilegt að... Æðislegt. Dóttir mín búin að vera Íslandsmeistari í ár og það er bara frábært. Já, hún stóð sér rosalega vel. Það var rosa gaman. Æðislega gaman, sko. Þannig að það er öll fjölskyldan bara á kafi í sportinu. Já, allir bara á kafi. Er eitthvað annað sem þið gerið heldur en hestamennska? Nei, lítið. Ég hef svolítið gaman að skotiði. Já, það er svo stundað það. Já. Það er nú tímabili núna. Já. Búin að fara hreindýr og svona. Já. Og gekk það? Já. Fékkstu kú eða tarf? Tarf. Og svæði? 6. Já. 100 kíló kvikindi. Það hefur verið labbað svolítið? Það er svolítið labb. Já. Þannig að þú ert góður í bakinu og svona? Já, svaka góður skrokk núna. Og þú dánaði með mótið? Já, þetta er frábært mót og alltaf gaman að koma hérna. Og flotti vellir, flott umgjörð. Og bara rosa, hefur líka, við vorum að tala um það, ég var með útlendinga hjá mér í dag og þetta mót er búið að vera bara, ætla ég hátt í 20 ár og alltaf jafn vinsælt. Og svona aðeins öðruvísi fyrirkomulag og svona skemmtilegt og létt. Já, og rosa gaman að sjá núna flæði í mótinu. Það var bara, hestur var alltaf komin út úr braut, það var annar komin inn og svo kom bara einhverjum eftir. Þetta er það sem koma skal, ekki einhvern lestur og allir að deyja leiðendum. Bara rennsli, sko. Bein útsending og easy bless. Já, meira áttar. Og sprettarar.is. Já, það er rosa flott, flott gæði og virkilega skemmtilegt að sjá það. Ánægð með þið, gangið vel og fara og klappaðu konuna þess. Nú var bara, kempa og svona.